Brekkukotsannáll, 16. kapítuli. Gestur og eftirlitsmaður. Maðurinn sem átti pungana tvo eins og Runólfur Jónsson nefndi hann, kommandörinn á bæjarstofnunni eins og kapteinn Hógensen sagði, þar að segja eftirlitsmaður bæjarins sem ég hélt hann væri, hann var sá okkar kumpána sem einkum prýddi samkvæmið með fjarveru sinni. Ég hafði verið sambýlismaður hans frá því ég fæddist. En þetta sumar uppgötvaði ég hann, loksins, fyrir bláskæra tilviljun. Þarna var þá maður. Það var eins og að reka augun í vördu sem stendur á hól fyrir sunnan bæinn. Hún hefur alltaf staðið þarna og þess vegna tekur maður ekki eftir henni. Síðan líður mannsaldur, þangað til það kemur upp úr dúrnum að varðan sem maður sá á árunum myndi hafa verið hádegisvarðan. Ég hrekk upp af svefni miðjanótt í sláttarbyrjun. Ég segi ekki með andfælum, það væri of mikið sagt, aðeins meir en lítið hissa að heyra rödd eftirlitsmannsins og þó einkum formerkja að hann var að tala eitthvað annað en þær össu og míslu. Ég viss að ef hann hefði verið að skýra enni ömmu minni frá því að músartítla hefði gotið undir þröskuldinum í stofnuninni hjá honum í dag, eða þó hann hefði verið að æpa það upp í leðurhlustirnar á honum Hógensen í næturkyrðinni, þá hefði ég haldið áfram að sofa, eins og ekkert hefði í skorist. Ég vaknaði af því að þessi huldumaður var farinn að hvíslast á í trúnaði við einhvern málvin sinn. Og af því umræðuefni þeirra var heimurinn og tíminn, svo og mannskepnan og rök mannaverka á jörðu, og umræðan fór fram við hljóm af málmi sem margir telja ofar bæði silfri og kopar, en aðeins fáir virða lægra en skarn. Ég skildi af eðlisávísan að hér var verið að ræða leyndarmál og varaðist að opna augun til þess að blandast ekki í það. Ég lá enn kurari en sofandi maður fær legið. Þær frænkur mínar töluðu stundum saman einslega sem áður skrifað og báðar, en þó einkum Kristíneitin, höfðu innrætt mér þá visku að sá maður inni sér til óhelgi sem hlustaði á tveggja manna tal. Og ef sæmilegur maður yrði fyrir því óheppi að verða vottur að slíkum málum, þá væru þau orðin leyndarmál hans sjálfs. Mér var vitaskuld ókunnugt hvað farið hafði á milli málvina þessara tveggja til þeirra stundar ég vaknaði af svefni í viðræður þeirra miðri. Og þaðan af síður hvað þeim fór í milli eftir að heimamaður hafði fylgt gesti sínum til dyra og allt var orðið hljótt. Ég sá heldur aldrei gestinn. Ekkert var jafn fjarri mér og farið að rísa upp við dokk til að gæjast sem ég svaf þar fyrir ofanan kapteinn Hógensen. Forvitni kann að heita dygð eða löstur,
eftir því hvaða tegund almennrar siðfræði maður les. Hjá okkur í Brekkukoti voru forvitni og stelvísi lagðar að jöfnu. En nú, þegar allir aðiljar þessara mála eru farnir annað og sá heimur liðinn undir lok og ég er einn eftir, þá stíga andar upp úr glaðkistunni. Menn og myndir úr liðnum heimi endurholdgast og öðlast merkingu sem jafnvel var hulin í þann tíð. Svo er þennan þátt úr samtali sem vakti mig að svefni hér árið. Þetta náttþing sem ég varð áhersla gegn vilja mínum. Raunar dettur mér ekki í hug að orðin sem töluð voru þá séu nákvæmlega þau í þeirri röð sem hér skrifast nú. En hitt er grönn vissa mín að einmitt með þeirri rögleiðslu sem verður í samtalinu eins og það hefur endurskapast í hug mér, þannig voru ráðin þessa nótt. Já, rétt segir þú, vinur, sannarlega erum við skyldir menn. Og þó ég skilji reyndar ekki eins vel og kynbótafrömuðir eða efnafræðingar hvað skyldleiki er, þá veit ég það sem meiru ríður, við erum þeim mun skyldari en aðrir menn, sem þú ert nafnkunnari öðrum Íslendingum en ég ónafnkunnari. Elskulegi frændi, var hvíslað á móti. Þú veist að ég er þess ekki verður að lesa skóðfengið þína. Ég veit það er blátt áfram hlægilegt þegar ég segi frændi þó ég kalli þig svo. Meistari er það orð sem á við þig. Ef þú ættir heim á Indlandi, þá verður látin búa í gullroðinni höll upp á fjalli. Menn og konur úr fjarlægum ríkjum myndu koma og ganga á hnjánum upp á fjalli til þín. Og þetta fólk myndi leggja enni sín í duftið fyrir þér. Skrítið er það, sagði eftirlitsmaðurinn, að mér hefur einlagt fundist að vera sami maðurinn sem fer í pílagrímsgöngu á hnjánum alla leið upp á fjallið og hinn sem býr í gullroðinni höll upp á tindinn. Finnst þér aldrei þú farir illa með þetta eina líf, frændi minn? Það er sagt að kötturinn hafi 9 líf, þangað til hann verður hengdur. Ég á við, finnst þér ekki ótilhlýðilegt að þú, þessi vitri maður, lifi lífið þínu í afplánan, lægstur allra? Hátt og lágt, vinur, sagði eftirlitsmaðurinn og skríkti ofurlítið í hljóði. Ég veit ekki hvað það er. Ég á við stöðu mannsins í heiminum, stærð þeirra atkvæða sem hann veldur, afl verkavinna, þú fyrirgefur. Það er alveg rétt, sagði eftirlitsmaðurinn. Í fornsögum er gerður munur á mönnum og munur á atburðum. Þar eru hetjur og litlir kallar. Þar eru stórtíðindi og tillingaskítur. Eða réttara sagt, litlir kallar og tillingaskítur. Slíkt fær helst ekki að fljóta með í fornsögum. Lífið hefur aftur á móti kennt mér að gera ekki mun á hetju og litlum kalli, á stórtíðindum og tillingaskít. Úr mínum bæjardýrum eru menn nokkurn veginn jafn stórir og atburðir
nokkurn veginn jafn merkilegir. En ef þú væri nú í einhverju annari stöðu, frændi, eða jafnvel í öngri stöðu, ég og við, ef þú væri þar staddur sem þú sæir hlutin eins og hann er í raun og veru, in revera eins og sagt var í fyrsta bekk, spurði gesturinn. Því miður er ég slæmur í latínu, sagði eftirlitsmaðurinn. Aftur á móti er ég stundum að hugsa talnafræði og þá einkum og sér í lagi eina tölu. Og það er talan 1. En ég viðurkenni að það er líka óskiljanlegust tala í veröldinni. Þegar þessari sérstöku stærð sleppir, þá veit ég ekki nema eitt sem er yfirnáttúrlegt, þó það kunni að vera sá veruleikur sem dýpst snertir mennska menn, og þetta er tíminn. Og þegar farið er að hugsa þennan sérkennilega stað sem ég var að segja þér frá, heiminn sem er aðeins 1, og tengsl hans við það eitt yfirnáttúrlegt sem við þekkjum, tímann, þá hættir annað að vera hærra og lægra en hitt, stærra eða smærra. Já, en ertu ánægður, spurði gestur eftirlitsmannsins, umbúðalaust ef til vill dálítið óþolinmóður. Ef ég get gert eitthvað fyrir mann sem kemur til mín, þá er ég ánægður, sagði eftirlitsmaðurinn. Ég er ekki að segja að ég sé alltaf harð ánægður. Mér leiðist til dæmis einlægt þegar ég heyri frá útlöndum að veri sé að hengja þjófa. En ég var líka ósköp feginn þegar ég frétti að prinsinn af Montenegro hefði verið að gifta sig hér á dögunum. Ég veit svo sem að ég er ekki neinum neitt. En löngutöng er ekki stærri en litli fingur, ef maður mælir báða við óendanleikan, eða ef maður kreppir hnefann. Það koma oft til mín ríðandi menn og fara baki fyrir utan hjá mér. Þeir eru kannski að leggja upp í langferð, kannski 10 dagleiðir eða meira. Það sem ég get gert fyrir þá er að halda í ístaðið hjá þeim með þeirra að fara á bak. Ég álít að upphaf vellíðunar sé fólgið í því að vera ekki að skipta sér af hvort aðrir menn ætla. Mér líður vel að því leyti sem ég tel sjálfsagt að hjálpa hverjum og einum að komast þangað sem hann vill. Meðal annar orðafrændi, svo við komum aftur að þessari aðstoð sem ég var að ámálga við þig. Veistu nema þú sért að styrkja mig til þess að verða afbrotamann? Mundirðu vilja styðja mig til þess? Eftirlitsmaðurinn segir svo: Ég myndi síður vilja aðstoða þig til þess að vinna öðrum mönnum tjón, vinur. Eða til að vinna sjálfum þér annað tjón en þú telur þér paradís. Músin býr í holu. Það er fjaska erfitt að búa í holu. Að minnsta kosti myndi fuglum þykja það vond paradís. Aftur á móti telur örninn sig til heimilis í fjallatindum og kallar sig konung yfir forsal vinda. Já, þvílík ekki sens fjarstæða vinur. Og aumingja litlu mófuglarnir okkar, þeir koma fljúandi hingað til Íslands á hverju vori og fara aftur á hverju hausti á þessum ónýtu vængjum yfir þetta ógnarhaf. Láttu þér samt ekki detta í hug að þeir geri þetta af tilviljun
og út í bláinn? Nei, þeir hafa sína heimspeki, þó hægt sé að sanna með tilvitnunum í höfunda að hún sé fásinna. Ég vitna aldrei í höfunda. Margir telja rétt að skjóta fugla af því þeir séu svo heimskir. Ekki myndi ég gera það. Ég álíti að það eigi að hjálpa öllum að lifa eins og þeir vilja. Jafnvel þó mús kemi til mín og segðist ætla að fara fljúgandi yfir sjóinn og assa segðist vera að hugsa að grafa sér holu ofan í jörðina, þá myndi ég segja vesku. Það á að minnsta kosta að leyfa hverjum einum að lifa eins og hann sjálfur vill meðan hann aftrar ekki öðrum frá að lifa eins og þeir vilja. Ég veit að það er hægt að sanna að best væri að við værum öll maðkur í sama kálgarðinum. Örninn bara trúir ekki sannleikanum, ekki músin heldur. Ég er jafnt á bandi Össu sem aðhyllist sannanlega villukenningu og Míslu sem er svo lítilmótleg í hugsunarhætti að hún gerir sér holu oní jörðina. Ég er vinur farfuglanna þó þeir aðhyllist vægast sagt viðsjárverðar lífskoðanir. Kannski meira að segja rangar. Og þó það sé heimskulegt og lífshættulegt og blátt áfram í rauninni alveg glæpsamlegt að fljúga yfir úthafið á þessum litlu ónýtu vængjum. Þá er fallegt kvækið í lógunni á vorin og Jónas Hallgrímsson hefur ort það kvæði. Og það hvarflar aldrei að þér, frændi, að ég sé smán í því að hafa á hendi svona ógeðslega þjónustu, spurði gesturinn. Já, það er nú svo er nú það, sagði eftirlitsmaðurinn og fór að hugsa. Nú skal ég segja þér sögu. Eins og þú veist, þá er ekki til neitt köpuryrði sem Íslending svíður undan, nema ef sagt er að hann sé danskur. Meðan ég var bóndi upp á Skaga var ég einu sinni í hofferð hér syðra. Ég kom í 2 staði. Þessir staðir eiga sammerkt í því að sveitamenn neyðast heilsu sinnar vegna til að vitja beggja. Annar þessara staða var sá, þar sem ég nú er eftirlitsmaður, eða eins og hann Jón minn Hógensen sem sefur þarna segir, kommandör. Ég hafði komið í ýmsa miðlungsgóðastaði, en í þessum ríkti minni þrifnaður en í flestum öðrum þar sem ég hafði komið. Því miður voru Íslendingar yfirmenn á þessum stað. En ég átti sumsé líka erindi í apótekið hjá honum Mikael Lund, sem er með leyfi danskur maður. Er þar skemmst frá að segja að ég hafði aldrei áður komið í stað þar sem manni fannst hægt að spegla sig, ekki aðeins í loftinu og veggjónum, heldur líka í gólfinu. Og þar var ekki aðeins þefur af sótthreinsunarmeðali, heldur líka af sápu og stengvatni úr sérhverjum hlut. Þennan dag fékk ég köllun. Köllun, spurði gesturinn, frá hverjum? Frá Guði, sagði eftirlitsmaðurinn. Hvaða Guði, spurði gesturinn. Ég hélt þú tryðir ekki á neinn Guð. Já, þú skalt nú tala varlega, góði, sagði eftirlitsmaðurinn. Hver veit nema ég trúi á fleiri Guði en þú? Að minnsta kosti fékk ég köllun.
Ég fékk þá köllun frá góðum Guði að gera þessa stofnun þarna niðri við sjó að sínuleyti eins þrifalega, hreina og ilmandi eins og apótekið hjá þeim danska manni Mikael Lund. Ég seldi allar eigur mínar til að sinna þessari köllun. Ég veit þú skilur, þegar þú ferð að hugsa það, að mér getur ekki fundist það ógeðslegur starfi að sinna köllun frá góðum Guði. Aðeins eitt starf er ógeðslegt og það er illa unnið starf. Heimurinn er einn og maðurinn er einn og þess vegna er verkið aðeins eitt. Það er til munur á vandvirkni en ekki verkum. Mundi það engu breyta, frændi, sagði gesturinn, þar sem þú hefur nú dregist á stuðning við mig. Ef ég geti veitt þér þann stuðning í móti sem ekki er víst að allir getu veitt þér jafn auðveldlega. Ég er innundir hjá flestum meiri háttar mönnum hér í bænum og þúast við æðstumenn landsins. Mér er lófa lagið hvenær sem er að útvega þér starf sem gefur margfalt í aðra hönd við það sem þú hefur nú. Stöðu sem gerði þér fært að inna af höndum miklu göfugri þjónustu fyrir samborgara þína en sú sem þú hefur nú. Slíkur hæfileika maður. Eftirlitsmaðurinn svaraði: Ég veit vel að mín staða er ekki kölluð há, en hún verður ekki lág jafn lengi og maður er getinn og borinn. Ekki vissi ég hvort gesturinn var úrkula vonar að fortölur hans við eftirlitsmann mundu bera árangur, því hann sagði ekki fleira. Hinn síðarnefndi tók til þar sem fyrr var fráhorfið og batt enda á þann þátt samtalsins sem framfór á miðloftinu og síðan gengu þeir út. Nei, vinur, sagði hann. Ég kæri mig ekki annað starf en það sem ég hef með höndum. Þó ég væri landshöfðingi teldi ég mig ekki geta þjónað mönnum og síst sjálfum mér betur en nú. Ég held í ístaðið hjá mönnum meðan þeir að fara á bak. Ég veit að það sem ég fæ gert fyrir þig eru smámunir og það er af því heimurinn er aðeins einn og hann er í tímanum og tíminn er yfirnáttúrlegur og óvinnanlegur ofjarl alls sem er. Aftur á móti er ég reiðubúinn að leggja dálítið á mig til viðbótar svo ég geti liðsinnt þér. Ég á 2 punga, í öðrum er neftóbak, í hinum er gull. Oft hef ég verið að hugsa hvað ég myndi verða forsjóninni þakklátur ef ég fengi tilefni til að hætta að taka í nefið. Nú hef ég fengið þetta kærkomna tilefni og mánaðarkaupið mitt skaltu fá eins og það leggur sig. Aftur á móti treysti ég mér ekki til að láta þig hafa af jarðarverðinu mínu meira en eins og 20-30 gullpenninga núna. Því þegar minnst varir kynni annar maður að koma til mín og mér fyndist ef til vill skylda mín að halda í ístaðið hjá honum líka meðan hann væri